bara breyttist allt skemmtilega. Við vorum sem sagt búin að vera á Stokkseyri í nokkra mánuði, kannski eftir ár, þegar við missum sem sagt systur mína, Rakel Báru. Það sem sagt hafði komið flóð og flóðið braut sem sagt flóðveggurinn meðfram þorpinu, hann brotnaði. Og það skemmtist bara rosalega margt hérna í þorpinu, hús og vegir og hún lenti sem sagt í bílsleysi, bara hérna rétt fyrir utan þorpið. 15 ára gömul og það bara breyttist allt og ég var bara krakki, ég skildi svo sem ekkert hvað var í gangi og það var lítið bara það að það væri verið að í rauninni bara hjálpa fólki þegar það svona gerist og þarf fólk ekki svolítið að fá aðstoð frá utanaðkomandi aðilum og það var ekkert í boði á þessum tíma. Engin áfallahjálp? Nei, sem að við hefðum alveg öll þurft á að halda. Það var rosalega erfitt bara að vinna úr þessu fyrir alla og markaði svolítið bara lífið hjá okkur, fjölskyldunni.